En núna á miðvikudaginn kemur þá alþjóðlegur baráttudagur kvenna fyrir friði og jafnrétti og það verður smá dagskrá þennan dag og við ætlum að fá að forvitnast örlítið það dagskrá. En hún á línunni hjá mér, Lea Maria Lumarsi, sem varaformaður menningar og friðarsamtakarna MFIK. Sælblessuð. Blessuð. Þú stendur svona aðeins nær þessum degi og getur sagt okkur svona kannski örlítið hvað dagskrá verður í boði? Já, einmitt, ég er búin að vera í undirbúningnum. Í ár ætlum að hafa þemað konur gegn afturför. Já. Og aðeins að skoða svona hvað að gerast núna í heiminum. Það er svolítið áhyggjuefni. Já. Svona þjóðernisfasisminn sem hefur verið vaxandi í Evrópu og náttúrulega í Bandaríkjunum með Trump. Og þeir ætla að koma og tala hjá okkur Elín Björg Jónsdóttir hjá BSRB og Justina Grósel sem pólsk. Hún hefur hérna verið mjög virk einmitt á Íslandi í mótmælum þegar hérna var fóstureyðingalöggjöf var að breytast í Pólandi. Já. Og svo kemur hún Una Torfadóttir líka sem hefur oft talað með hans á kvennafrídeginum. En þetta allt saman í Iðnó eða hvað? Já, akkurat. Við erum alltaf með fundin í Iðnó, höfum verið það seinustu ár og það eru mörg félög sem standa að fundinum. Það eru menningar- og friðarsamtökin MFIK sem hóa í önnur félög að vera með. Já. Og já, það eru einhver tónlistaratriði og eitthvað annað líka sem að vera hægt í bóða eitthvað. Já, einmitt. Stelpur Rokka eru að gefa út tónlist akkurat á þessum degi, þannig að þeir ætla að kynna þessa útgáfu og það ætla tvær frá þeim að spila fyrir okkur slíka. Hvenær byrjar fundurinn á miðvikudaginn? Það er klukkan 5. Þannig að hvernig fólk til þess að mæta tímalega að vera komin tímalega fyrir 5 og hvað stendur þetta lengi? Svona svo að setja með einhvern ákveðin tíma? Svona 1,5 tíma kannski, það verður pallborð í enda fundarins. Já, ok. En já, þetta alltaf árlegur dagur. Já, einmitt. Við höldum upp á daginn á hverju ári. Þetta er alþjóðlegur baráttudagur kvenna fyrir frið og jafnrétti. Hefur verið eitthvað ganga eða eitthvað svoleiðis eða? Nei, það hefur aldrei verið á Íslandi held ég. En það er einmitt mjög algengt í útlöndum að ganga. Já. Að konur gangi fyrir réttindum. Já. Það er kannski alveg hugmynd. Það er hugmynd, algjörlega. Kannski eitthvað annað. Nákvæmlega. En Lea Maria, ég bara hvet fólk til þess að taka tíma frá sem að ætla að nýta sér það tækifæri og það er mætt til ykkar klukkan 5. Takk alveg fyrir þetta. Takk. Já, bless.